Já, góðan daginn, velkomin að skjánum. Ég heiti Magnús Geir og ætla að lýsa hér leik Skautafélags Reykjavíkur og Skautafélags Akureyrar í toppdeild kvenna. Þetta er leikur í 14. umferð. Það er allt í reiðu. Dómari leiksins Óli er tilbúinn til að droppa böknum. Á áræðis búastu spennandi leik. Leiki liðana hafi verið mjög jafnir í vetur og fyrir ekki svo löngu vann Skautafélag Reykjavíkur í vítakeppni hér í Reykjavík. En þetta er farið af stað. Það eru 14 stig sem skilja þessi liða í deildinni. Skautafélag Akureyrar öðru sæti með 23 stig. Skautafélag Reykjavíkur með 9. Skiptir kannski minna máli fyrir Skautafélag Reykjavíkur þessa leikur, en Skautafélag Akureyrar getur ennþá náð Fjölni af stigum í baráttunni um deildarmeistaratitilinn. Og Skautafélag er komið færi og Friðrika Ragna á skot sem Sjóli í markinu grípur tiltölulega þægilega. Og það er uppkast í sóknarsvæði S-eringa. Akureyringar taka það. Friðrika aftur. Alexandra með annað skot. Þetta fer framhjá. Þá koma Akureyringar og það er það er skyndilega gott færið þarna. Eyrún Garðarsdóttir fekk bökkinn óvænt fyrir fram á markið en skaut beint í fangið á Andriu. Það er uppkast og það er Jónína og Kristína sem berjast að bökkinn. Kristína tekur það. Og S-eringar leita leiða til að koma bökknum út. Gengur illa. Og það er dómur, fyrsti dómurinn í dag. Þetta var nokkuð augljóst tripping. Það er leikmaður Skautafélags Akureyrar nr. 28, Heiðrún Rúnarsdóttir. Saga tekur þennan, Inga Rakel leitar að reyna að búa sér til pláss til að ná skotamarkið. Inga tekur skot, Sjóli verð það. Það er ennþá pláss í stúkunni fyrir þá sem eru að horfa hérna sunnan heiða. Það er hægt að sitja lengi að því að karlalið SA og SR mætast í kvöld í mjög mikilvægan leik, allavega fyrir Skautafélag Reykjavíkur. Það var ekki alveg löglegt hjá Sögu sem vann þetta uppkast. Þetta taka S-eringar, Anna hérna hendir pökknum bara fram og Reykjavíkur stúlkur reyna að byggja upp sókn á nýju. 1,5 mínúta eftir af refsi mínútum Akureyrar. Erfið sending hérna á Gunnborgu. Pökkurinn fer aftur út. Arna Finnjónsdóttir hleyp bara inn sjálf. En lendir í klóm S-eringa og Gunnborg með skot.
Rakel, góða snúning þarna, leitar að tækifærum. Guðborg nær ekki alveg að taka við honum. Og Inga Rakel með skot aftur sem Sjóli ver. Búið að vera nóg að gera hjá Sjóli á þessum fyrstu mínútum. Svörgla með 5 varin skot. Andrea með 1 ef ég man rétt. Friðrika og Amanda slást þennan bökk. Friðrika tekur þetta. Alexandra á hérna slóvakísku Súsönu Sljaka en Sjóli ver enn eitt skotið. ...40 sekundur eftir af powerplayinu og S-æðingar ná að koma þessu út. Alexandra er fyrst í bökkinn og Akureyringar skipta á meðan. Alexandra kemur sér inn í svæðið. Það er reyna að finna einhverja opnun á vörninni. Góð sending hérna. Alice hinn ítalska náði ekki alveg stjórn á pekkinum og aftur koma S-æðingar pekknum út. Þá var liðin fullt skipið á ný. Mikil barátta þarna í horninu. Heiður og Eyrún Garðarsdóttir kljást. Boltinn pökkurinn út af Brynju. Og aftur skot og þetta ver Sjóli enn og aftur. Ver spila hjá SR en Eyrún kemst inn í bökkinn. Og Amanda í mikilli baráttu. SR-ingar ná pökknum aftur og koma honum út úr svæðinu. Mikil barátta hérna kringum blá línuna, enda með því að þetta upp á pökknum og fara í skiptingu. Kæruleysi hérna Inga Rakel lætur Silvíu taka sér pökkinn. Og Silvía með skot, fer í samherja og mikið klaps þarna en Andrea nær að koma þessu frá. Þá reynast kemur Kolbrún Assa með pökkinn en missir hann og S-æðingar keyra hratt upp. Ekki mikið úr þessu. Friðrika hérna missir stjórn á pökkinum og þau bara í vitt áttin Andriðu. Þannig að Akureyringar að reyna að byggja sókn en missa hann jafnharðan. Heiðrún með pökkinn í góðri stöðu. Skot sem er laust en Andrea nær ekki að halda honum en Eyrún var næstu búin að gera sem mat úr þessu. S-æðingar verið svona ívið sterkari fyrstu 7 mínútur leiksins.
Sólið þurfti að verja svona allavega 7-8 skot. Minna að gera hjá Andreu hérna hinum megin. Það var Heiður. Og það er komið uppleik, hún er komin einn á Andreu en Andrea vakandi í markinu. Þarna var Amanda í álitlegri stöðu en þung fyrsta snerting á pökkinn og misti stjórn á honum. Þá koma eitthvað flautað. Sýnist að pökkurinn hann er bara farið út af. Hérna við varamannabekk Esseninga. Það er uppkast, Saga tekur það. Gunnborg. Gunnborg gerir vel, fer fram hjá tveimur SA-ingum og býður við skotið. Þetta var dauðafæri sem Arna Fríðjónsdóttir fékk. Gunnborg gerir mjög vel, fór í gegnum tvo, beið eftir því að Sóley athafnaði sig, gaf hann til hliðar á Örnu sem hvort hann hafi ekki alveg náð að hitta. Já, hún er þarna, sýnist að Silvía gerir vel í að blokka hana. Klárlega langbesta færi leiksins. Og aftur fer pökkurinn út af vellinum. Og enn og aftur ver Sjóli. Þetta er nú ekki verið erfiðustu skotin, þetta er nú yfirleitt bara beint í kjöftuna á henni. Og Esseningar bara halda áfram að þjálfa að þessa vörninni og enn eitt skotið og nú er það Sjóli sem er aftur þetta skiptir bara mjög vel og lausbökkurinn fyrir fram markið. Esseningar bjarga enn og aftur. Esseningar aftur upp. Þetta fer vantilega í... Nei, þeir láta leikinn halda áfram. Heiðrún er að koma þessu út úr varnarsvæðinu. Þóra Jónna með skot, laust og Andrea tekur þetta þægilega. Stína með pökkinu upp og hérna var hún rángst á Arna. Já, Reykvíkingar mun líklegir á þessum fyrstu 10 mínútum. Saga tók þetta uppkast. Eitthvað klaps hérna á miðjunni. Það verður eitthvað lítið úr þessu. Hættuleg sending Gunnborg hérna á gangsvörð.
koma Döffi framhjá og Ámundur. Silvía vinnur puckinn aftur með hættulega sendingu inn í en þar enginn. Þær fara aftur. Fara í skiptingu Akureyrarkonur á meðan SR reynir að byggja upp sókn. Puckur fram á Alice. Alice verður hún ekki. Puckur fyrir aftur bara til SR-æfinga og SR-ingar koma fram og pressa. Konur gera þetta mjög vel. Koma þessu út. Lítið að frétta á síðasta þriðjungi hjá þeim. Þá geta þessar konur svo trast. Heiðrún sem fyrr. Akásar með puckinn á Eyrúnu og þetta vel Andrea vel. Það var lúmskot hjá Eyrúnu. Þá geta SR konur sótt hratt. Helst til á föstsendingu á Lexu. Það er búið að vera fram og tilbaka síðustu mínútur og aðeins að liðin hafi náð að skapa sér nokkuð. Styttist í úrslitakeppni og það er orðið ljóst að verða Fjölnir og Skautafélag Akureyrar sem munu há þá rimmu. Byrjar í mars. Hér er skot á mark, þetta fer fram hjá. Það er Birtu Hafsteinsdóttur. Þessi puckur fer út. Fjölnir Saga. Svo koma svona meira jafnvægan á leik. Og svo laus puckur og þetta er mark! Þetta er fyrsta mark Skautafélags Reykjavíkur. Fyrsta mark leiksins. Inga Rakel sem skora það. Ég var að segja að það var ekkert að frétta hérna síðustu 5 mínúturnar. Þá fá SR-ingar þessa sókn. Puckurinn bakvið. Sjóli reynir að henda sig fram og grípa, nær hann ekki. Inga Rakel lyftir honum yfir Sjóli. og 5,5 mínúta eftir að fyrsta leikluta.
Inga Rakel Aradóttir. Fyrrum leikmaður Skautafélags Akureyrar með rýting í baki á sínum gömlu félögum. En hitt að koma Akureyringar. Friðrika brýtur þessa sókn aftur og keyrir fram. En fín vörn þarna hjá Sólrúnu Össu. Og dómur, Jónína fer þarna niður og Lexa veit upp á sig sökina. Skauta bara rakleiðis í refsibóksið. Þannig að Akureyringar verða einu fleiri næstu 2 mínútur. Þá kemur SA með sitt stórskot á liðinu og reyna að nýta sér þennan liðsmun. Spurning hvort hann á að reyna eitthvað á Andreu í þessu powerplayi. Silvía með plás, sendir hann niður. Þessi bökkum fyrir inn í en SR er að koma honum út. Þess að það hafa verið Kolbrún hann í góðri stöðu en fekk pökkinn í hnéð. Smá klaufaskapur hjá Akureyringum. Þurfa að koma aftur. Silvía, markaðasti leikmaður Skautafélags Akureyrar á þessu tímabili. Silvía fær hann úti aftur. Býður, leitur á opnun, sendir hann niður og reyna aftur. Nákvæmlega sama á þann en aftur hittir Kolbrún ekki pökkinn. Frekar þægilegt. Penalty kill hjá SR-ingum hingað til. Þetta gengur ekki vel hjá Akureyrarkonum og annar dómur. SR-ingar ekki sáttu við þetta en Alice fór hérna í bakið á einhverjum Akureyringum, sá ekki hver það var. Þannig að það eru 2 í boxinu núna, allavega í hálfa mínútu. Saga Gunnborg og Inga Rakel reyna að verjast 5 Akureyringum næstu hálfa mínútuna. Óli þarf að rekka Akureyringar inn á, einhver reikistefna á bekknum hjá SA. SA-ingar taka þetta uppkast, mikilvægt. Silvía. Kolbrún. Þolinmóðar, leit á opnun. Silvía fær hann. Gunnborg gerir vel, lokar. Aftur fær Silvía. Gunnborg, frábær vörn hjá henni, mjög dugleg þarna. Og nú kemur Lexa inn á, þannig að það eru 4 og 5 núna. Kolbrún fær hann hérna niður í hornin. Einhver SA-ingur fellur við hérna, ekkert dæmt. Mikil harka. Silvía fær hann, leitar opnun. Andrea fær þennan í púðan, vel gert. Og ennþá hætta og grípur þennan. Einhver SA-ingur liggur þarna sárþjáður á vellinum, vonum að það sé ekki alvarlegt.
Sennilega sá ekki hvað gerðist. Það er ráð fyrir að sjúkraþjálfarinn sé nú á leiðinni á völlinn. Jú, hér kemur hann. Það lítur hreinlega ekki vel út. En vonum að þetta sé ekki alvarlegt. Pretty nasty cross check to the head. Þetta verður Sólnassa sem liggur hérna í svellinu. Eitt af lykilleikmönnum Skautafélags Akureyrar. Ja, hún reisir sig allavega við. En lítur út fyrir að þetta sé hnéð því að hún allavega virðist ekki geta skautað. Fengi einhvern snúning á hnéð. En vonandi fyrir Skautafélag Akureyrar snýr hún aftur á svellið. Þetta lítur hreinlega ekki vel út núna því miður. En staðan 1-0 og 2 mínútur eftir og Skautafélag Akureyrar einum manni fleiri næstu mínútuna á meðan Alice Gasperini tekur út sína refsingu. Mikil blóðtaka fyrir Skautafélag Akureyringar ef Sólnassa kemur ekki aftur inn á. Talum ekki með honum meiti lengri tíma. Og þá fer leikurinn aftur af stað. Ragnheiður og Kristína slást um þennan bök. Magda finnur Eyrúnu. Eyrún með skoti í bakið á Brynju. Þetta áfram að þerma fámennuliði SR og þetta fær Heiður í skóflunginn og reynir að nær ekki að koma þessu út. Aðalheiður leitar opnun, finnur hana hjá Mögdu.
Ragnhildur og þetta fer í þéttan pakka S-eringa þarna fyrir fram að markið. Fast skot sem Kristína tekur á skautan. Eyrún í þessi fór í Andreu Íslanna og yfir markið. Þungpressa hjá skautafélagi Akureyrar. Ragnhildur gerir lista vel þarna en nú eru liðin bæði fullt skipuð. Alice er komin inn á. Já, S-æðingar svona í fyrsta skipti í leiknum ná að þjálma almennilega að skautafélagi Reykjavíkur. En fengu ekkert fyrir sér snúð. Svenni með hæpna sendingu þarna. En Bríett gerir vel, sópar upp eftir hana. Silvía, stórhættuleg alltaf. Koma S-eringar, Alice. Alice komið gríðarlega vel inn í þetta S-lið. Hún er búin að spila, enn eitt dómur. Friðrika Ragna. Hún er ekki ánað. Skilur ekkert fyrir hvað þetta á að vera. En eins og ég sagði, Alice búin að spila 5 leiki með SR og skora í þeim 4 mörk og gefa 3 samsendingar. Og allt annað að sjá SR-liðið eftir að hún kom þangað inn. Hún kemur frá Ítalíu. Já, refsimínúturnar hlaðast upp hjá skautafélagi Reykjavíkur. Illegal hit, segir Óli. Saga vinnur þetta. Silvía. Anna nær ekki. Herðu. Lexa er komin í breakaway. Einhver misskilningur hérna milli Önnu og þetta verður Sjóli enn og aftur og lausbökkur. Og fyrir Saga. Hann er mark, þetta er inni. Þetta er 2-0. Sjáðu þarna, Lexa gefst í breakaway. Sjóli ver, lausbökkur, Silvía nær ekki alveg að koma frá. Saga fær hann þarna og nær að lauma honum undir Sjóli. Mikil sigla í SR-liðinu að ná að einu færri. Og þá voru ekki nema 3 sekúndur eftir þegar þessi bökkur fór yfir línuna. Og þá rennur þessi leikhluti út. Staðan, skautafélagi Reykjavíkur 2, skautafélagi Akureyrar 0. Það verður bara að segja nokkuð verðskuldað. Við tökum okkur 15 mínútna hlé og komum aftur í öðrum leikhluta.
Já, komið sæl aftur annar leikfluti í leik SR og SA að hefjast. Þetta er farið af stað. SA-ingar einu fleiri fyrstu 90 sekúndurnar. Góðu fréttirnar fyrir Akureyringa þær er að Sólrún Assa er komin aftur inn á setið. Hún fékk þungt högg hérna í fyrir fyrsta leikfluta og fór sárt þegar út af, en þeir hafa náð testinni saman í hliðinu. Þessi pökkur fer af Andri og upp. Gott skot hérna hjá Önnu. Önnu Ágústsdóttur. Sóknarleikurinn verið svona frekar styrður hjá Akureyringum. Framannleik, hann aðeins spurning hvort að þær hafa nokkuð náð að smyrja sig í hliðinu. Silvía setur pökkið niður. Þar er Amanda. Þannig fær hann, þessi fyrir á Silvíu. Það er skot, Andrea tekur það. Silvía nær að leika hérna á Guðborgu, fer ekki fram með Sögu. Silvía og Guðborg hérna slást bökkinn, Silvía hefur betur, Amanda fyrir Eirúnu. Anna og Silvía aftur. Nú er Ragnheiður kominn, slagt skot hérna, hitt hann enga veginn. Þessar ná ekki að koma pökknum út. Og laus pökkur, Andrea hittir hann ekki hérna. Og mikill darratans fyrir fram á markið. Og þennan grípur Andrea. Og nú er Friðrika komin aftur inn á, þannig að það er jafnt í liðum. Jónín og Friðrika býtast þennan. Jónín hefur betur. Slöggsending hérna og Össuríka brennu upp. Súsanna missir hann. Eirún setur hann upp. Fær hann aftur. Lexa tekur hann. Andrea hérna þarf að bjarga. Slöggsending hjá Lexu. Og þá kemur Friðrika á ferðinni með góða sendingu á Súsannu. Og slöggsending hjá Súsannu á Alice. Og þessa engar er að koma þessu út. Lexa, já. Lexa skaut nú bara beint í hausinn á Óla dómara. En Alice Gasperini var fyrir innan bláu og það er nástað. Kristín og Amanda berjast við þennan og Amanda kemur að Laru hættuleg sending inn í. Kristína gerir vel að komast þarna inn á milli. Og ennþá er Amanda mikið í böknum, gerir vel í að vinna pökkinn hérna fyrir aftan. Kemur hættulegt. Það er Silvía þarna. Andrea tekur hendarskot frá Magdalenu og þessi er ekki að ná að koma þessum pökki út. Þá fara Akureyringar í skiptingu. Kristína með, já, lúmska sendingu hérna á Örnu. Mikill barningur. Það er Kolbrún. Þessi bökkur fyrir út. Saga. Fer bara niður með hann. Góð sending hérna fyrir
Einhver misskilningur og þetta verður þess og Eskfirðingar koma bara aftur upp. Rakel hérna á ferðinni, þau fara með einum, þau fara með tveimur og það er rangstaða, Emilía var fyrir innan. Rakel er komin hérna bara í ágætis skotstöðu. Klaufaskapur að láta hanga sig á þessu. Koma Eskfirðingar, Jónína Heiðrún þetta fyrir fram markið og fær hann. Heiðrún í skotstöðu, Andrea tekur þetta. Þetta hlýtur nú að vera dómur. Jú, fær hérna all svakalegi skautan á Ingu Rakel. Þannig að, og það er Heiðrún. Það var beint fyrir framan nefið á Ólaf dómara. Sér að dómurinn skráður á Jónu Guðbjartsdóttur en ég er nokkuð viss að þetta hafi verið Heiðrún. Jú, Heiðrún var það. Eskfirðingar ná að halda þessu bekki inni. Súsanna fær góða tæklingu hann á sig en nær að koma hann fyrir. Og þær komið þessu út. Súsanna fer inn í svæðið með pökkinn. Þeim með fram endalínunni. Það var nú augljós brot á Össu en Óli ákveður að gera ekkert í því. Svoleiðis greip utan á Mörnu og hélt henni. Nú kemur Friðrika á ferðinni, hætti við. Við þurfum að fara að drífa sig að gera eitthvað við þennan. Einhver misskilningur. Eskfirðingar eitthvað að gleyma sér og voru bara 4 inn á. Og 5 sekúndur eftir að þessu powerplayi. Nú kemur Heiðrún aftur inn á, þannig að liðin eru fullskipuð. Mjög slakt powerplay hjá Skautafélagi Reykjavíkur. Það er bara að segja svo þér. Ég er ekki viss að hafi náð einu skot á Sjóli. Saga gerir vel í að koma bökknum hérna út á Ragnheiður og hún átti skot sem Sjóli verið. Ragnhildur Kjartansdóttir.
Þarna fór pökkurinn út af. Sólrún Assa ætlaði að senda hann með frá battanum en vissi ekki betur en svo að hún skaut hann beint í liðsstjóra Skautafélags Reykjavíkur sem var ekki meint af. Átta mínútur búnar af öðru leikluta og það verður bara að segja þess að segja það er nánast ekki neitt markvægt búið að gerast. S-erningum líður ágætlega með það, þær þurfa bara að halda þessu fórustu á meðan Skautafélag Akureyrar þarf að fara að sækja. Og Dagný með skot sem Sjóli tekur. Þá Skautafélag Akureyrar að snúa vörn í sókn. Silvía nær ekki að gera sig mat úr þessu. Alice gerir vel. Kemst í góð ágæti stöðu. Hún reynir að finna Friðriku inn í en Bríeti. Tæp sending þarna hjá Bríeti þannig að Silvía er með pökkinn. Þetta er hættulegt Silvía aftur með skot sem Andrea tekur. Jæja, þá koma Össuríkar á snúa vörn í sókn. Súsanna sendir það bara aftur fyrir markið meðan hinn er að skipta. Alice gerir vel hérna. Jæja, nú koma það 2 á 1, Heiðrún og Eyrún. Heiðrún býður, en Brynja gerir vel í að komast fyrir þessa sendingu. Inga Rakel með góða takta þarna niðri. Aftur. Virkilega vel gert hjá henni. Og þá kemur Emilía, fer bara með henni í horn og restin gerir skiptingu. Emilía fellur hérna illa og virðist meidd. Fór með öxlina miklu afli í battan. En hún staðin upp og fer í skiptingu. Lexa kemst inn í þessa sendingu. Saga með góða plökk hérna fram á Gunnborgu. Og það er alltaf þetta Friðjón. Arna og Ragnhildur. Æsing. Gott að þetta er ekki fyrsta æsing í leiknum. Þú að fljóta ansi vel. Fín vörnanda af Magdalenu, tók Örnu og þessa stelpur sækja. Saga gerir vel að komast inn í sendinguna sem var ætluð Silvíu en Silvía fær nú pökkinn úr samt. Brynja með flotta vörn þarna. Og þessi pökkur fyrir út. Anna með skot og þetta tekur Andrea mest auðveldlega.
Ragnheiður og Friðrika bítast á þennan og SA-ingar hafa betur en slög sending og pökkurinn fer aftur inn í varnarsvæði SA. Það Aðalheiður með Alice í bakinu. Næra koma hann hérna upp. Og Alice hérna finnur Friðriku. Nei, hún er ekki valdi á bekkinum og þá koma SA-ingar hratt upp. Það Kolbrún. Hún er frekar innmannað þarna og með litla hjálp. Enda bara því að hún missir pökkinn og nei, þarna vildi SA-ingar fá dóm en Óli veifa bara áfram. Glæsileg sending hérna hjá Súsönu og Alice komin 1 á 1. Og með góða sendingu Friðriku aðeins fyrir aftan hana, þannig að hún náði ekki að ná skoti á mark. Rakel sendur hann niður í átt af markinu og Sjóli grípur þennan. Ylva Bjarnadóttir reyndi skot sem fór í spaðan á einhverjum Akureyringnum. Gæðunum aðeins hrakkaði í þessum öðrum leikluta. Það er ekki mörg færi. SA-ingar átt 19 skot á markið á meðan Akureyringar hafa átt 11 skot. Ég held að þessi skot hafi komið í fyrsta leikluta. Sækja SA-ingar hratt. Amanda. Þetta fer í góð vörn þarna hjá Brynju, fór í sköflunginn á Brynju. Og Guðborg kemur þessu út. Magdalena sendir yfir á Löru. Slög sending hjá Löru, það var bara heppinn að Guðborg komst ekki inn í þetta. Lexa og kemur pökknum frá en ekki út úr svæðinu. Og fast skot sem Andrea tekur. Andrea komið framalega. Magdalena aftur. Seinna tilraun. Fyrir einhvern samherja sýndist mér bara. Akureyrar konur núna ná ágætis pressu. Nei. SA-ingar ná að komast inn í þetta. Það byggja aftur upp í sókn. Og það er skot. Það fer framhjá. Anna með hana uppi. Sendir hann aftur fyrir markið og þar er Lexa þarna fipast aðeins og Eyrún fær pökkinn. Gengur bölvalega hjá skautafélagi Reykjavíkur að koma þessum pekki út úr svæðinu. Jónína meðan hérna snýr náttúrulega Sveindísi úti. Og Alice vinnur þennan. En það ná enn ekki að koma pökknum út. Skot þarna sem Andrea tekur og þá er bara Alice komin einn hérna með pökkinn fyrir aftan markið. Alice fór hérna í skautan á Sjóli og út. Flott vörn þarna hjá Bríeti. Gunnborg pökkinn hérna gerir vel að ná stjórn á honum.
Hún fer bara sjálf með henni í svæði, skilur hann eftir hérna handa Örnu. Arna finnur Sögu, en þetta gengur ekki upp. Arna hérna spila hættulega leik, reynir að fara fram með Silvíu sem komst á milli en pökkurinn endaði fyrir utan svellið. Ragnheiður og Friðrika fara í face-offið. Friðrika tekur það, finnur Ingu Rakel, sendir pökkinu upp en það fer ekki út í svæðinu. Dagný, hættulega sending hérna, sem komist inn í Kolbrún. Gerir vilja að fara fram með tveimur, finnur hérna Önnu, skotið slagt. Það var hættulegt og Súsanna kemst ekki með pökkinu út fyrir. Inga Rakel hérna eins og klettur í vörninni. Búin að eiga fanta góðan leik, skora á, stoppa margar sóknir hjá Skautafélag Akureyrar. Það var Aðalheiður kemur fyrir SA. Snýr við, býður eftir skiptingunni. Og enn og aftur Inga Rakel. Með glæsilega sendingu sem Alice tekur á móti. En Anna þjarmar vel að henni hérna. Og SA Inga, já, Marjasól hefur þennan. Jónína þjarmar vel að henni. Alice reynir að koma þessum inn í. Nær því ekki og þá kemur Jónína. Reynir að finna Eyrúnu. Þetta var lúmskur pökkur hérna sem Andri átti í mestu vandræði með. Það er ekki að ná að koma þessum út. Það er Elfur sem sækir að. Birta mista af þessum. Þá kemur Amanda. Finnur ekki. Pökkurinn aftur fyrir Mögdu. En 2 mínútur eftir af öðrum leikluta. Marjasól gerir hérna ágætlega í pressunni. Þá kemur Silvía á ferðinni. Fer fram með þriðja og fer fram með 4 S-æðingum en stoppar á Andriðu. Og skot sem Andrea grípur. Magdalena sem átti þetta skot. Akureyringar klárlega verið mun sterkari aðal hérna í seinni hluta annars leikluta. En hafa samt ekki alveg nóg að skapa sér nógu góð færi. Og þetta er vel gert hjá Gunnborgu og hún fer niður, mikill kraftur í henni hérna og Arna missir aðeins á pökknum, lendir í pressunni. Og Lexa í skotfæri, þessi fer af Akureyringi og Sjóli tekur hann. 45 sekúndur eftir. Og það er uppkast í sóknarsvæði SR. Og sem hvað eiga þetta. Eyrún snýr, nær ekki kominum út. Alice setur pressuna á Sveindísi.
Mikið klaps þarna, enda með því að Inga Rakel setur bara þenn Þessi bara enda á milli fóta á Sjóli og stoppaði þar. Og það er face off. Friðrik á þetta og Inga Rakel nær ekki skotinu en fær pökkinn aftur og er núna í fínni stöðu og mjög lúmsk sending þarna sem fer í skautan á Alice og þessi rennur út. Öðrum leiklut á lokið, Skautafélag Reykjavíkur 2, Skautafélag Akureyrar 0 og við tökum okkur hlé og komum aftur í þriðja leikluta.
Jæja, þá er þriði leikhluti kominn í gang. Staðan 2-0 fyrir Skautafélag Reykjavíkur. Og Akureyringar þurfa, þetta er ástæður, Akureyringar þurfa, já, að skipta gír ef þeir ætla að komast inn í leikinn. Og vonandi verður þriði leikhluti, ja, allavega skemmtilegur en annar leikhluti. Á sama skapi þurfa þessir yngar að verð ekki varukærar. Þær voru með 2-0 förskot á Fjölni áður en fóru inn í loka leiklutan núna á þriðjudaginn. En Fjölni náði að jafna og að lokum hafa sigur í vítakeppni. Inga Rakel kemur þessu út. Sölvi hérna sækir að Dagný Teinsdóttur og hefur betur með sendingu þarna sem komst ekki til skila. Og þá er Alexandra komin 1-1 á móti Sjóli og reynir að lauma honum hérna vinstra með við hana en Sjóli var með lappirnar upp við stöngina. Sagan á að byggja upp hérna á sókn. Nei, stöppar pökkinn niður og fara í skiptingu. Lexa missir pökkinn hérna fyrir aftan markið, hættulegt. En á að redda sig núna, María Sól sendir pökkinn út.
Kemur Eyrún upp hægri vænginn, leitar á skotinu sem laust og Andrea grípur. Vestfirðingar voru beinskeyttar í öðrum leikluta og áttu töluvert fleiri skot á markið en ekkert sem ógnaði Andreu þannig séð eða ollinni vandræðum. Marjarsson hérna fyrir aftan mark Vestfirðinga. Reynir að senda fyrir en Jólína tekur bara á móti honum en missir hann jafnharðan. Kristína finnur Brynju sem setur hann niður. Það er Gunnborg sem tekur við honum. Við erum í góðri stöðu þarna fyrir aftan markið en nær hann ekki að koma honum fyrir. Það er Jónína aftur. Heiðrún missir hann. Saga með Gunnborgu, Gunnborg gerir vel, setur hann í fyrsta vörnu. Þessi pökkum fer ekki langt. Akureyri taka við honum og reyna að fara upp. Sveindís. Garakil tekur við þessu. Snýr af sér einn. Fyrir smá hættuferð þarna og missir bökkinn. Ekkert sem veldur þessar vörninu vandræðum. Saga setur hann bara út. Og Súsanna, elti þennan. Það er face-off í sóknarsvæði Akureyringa. Magdalena með skot. Þetta fer í skautan á Ragnhildi. Og skot sem reyndist bara að vera sending. Og beint til Silvíu. Mikil harka hérna. Saga kemur hann frá en ekki út. Silvía, laus bökkur fyrir að markið en það kom hann frá í bili. Magdalena. Og nú loksins koma þeir bökknum út. Geta það bara í skiptingu. Það er ekki fara allir í einu því að Silvía fær hann hérna á kantinum. Silvía kemur hann minni á Össu. Bökkurinn út og það var Alice. Nei, það var hann ekki. Dagný tekur við þessum fyrir aftan. Vestfirðingum hefur gengið illa að byggja upp einhverja sóknir svona síðustu 15 mínúturnar. Þetta er búið að vera basl í sóknarleiknum hjá þeim. Það var Kolbrún með góða sendingu fyrir Heiðrún. Kolbrún fekk hann aftur og skaut beint í púðan á Andreu. Það var Gunnborg. Og það er Mirsan jafnharðan aftur. Gunnborg hérna kemst í þennan. Mirsan aftur. Eyrún kemur bökknum upp en finnur ekki samherja. Þar er Alexa sendingu við honum.
Friðrika kemst á ferðina. Reynir að fara hérna sjálf upp. Hún lendi hérna bara á vegg í horninu. Alice gerir vel, kemur pökknum út úr sögunni. Og Friðrika með henni í góðri stöðu, reynir að senda fyrir en þar enginn. Brynja tekur við honum. En þeir missa þennan pökk frá sér. Þessar á að koma honum út. Susanna gerir vel í að vinna pökkinn aftur. Og Alice fær pökkinn í góðri stöðu. Reynir að finna Friðriku en þar var bara S-æðingur. Það koma nú á ferðinni. Friðrika Susanna kemur þessu út. S-æðingar hafa 12 mínútur til að láta eitthvað gerast. S-æðingum líður bara vel með þessa stöðu. Það er ekki þung pressa á þeim. Garkar gerir hérna vel. Kemur pökknum á Nei, þessi fer í æsingu. Kristína náði ekki til hans. Ragnheiður og Kristína sem fær í face-offið. Ragnheiður tekur það. Og þá er Aðalheiður með skotið. Þetta er mark! Það er Kolbrún. Aðalheiður átti skotið þarna að marki. Og ég er nokkuð viss hann hafi farið af Kolbrún og þaðan fram í á Andriðu. Hættulaust skot þannig séð, en þegar þú ert með mann fyrir framan markmanninn þá getur allt gerst. Og þessi endar í markinu. Það tók Akureyringa 48 mínútur að setja fyrsta markið. Og þessi leikur að þróast nákvæmlega eins og leikurinn gegn Fjölni á þriðjudaginn. Sem SR var með svona leikinn í höndum sér en sofnaði á verðinum í 5 mínútur og það kostaði 2 mörk. Og Gunnborg hérna með pökkinn fyrir en það komast fyrir það. Það var Assa. Og þá er Kolbrún komin aftur á ferðina. Einn á móti Dagný. Dagný heldur henni frá markinu. Þessi fyrir út. Það tekur Sveindís við honum. Finnur Heiðrúnu. Jónína. Þetta er lausskotamarki sem Andrea tekur. Og pökku fyrir markið. Það er lausskot og Andrea frestir þennan. Minni enn og aftur á að eftir þennan leik
þá mætast karlalið Skautafélags Reykjavíkur og Skautafélags Akureyrar. Allir þeir leikir liðan í vetur hafa verið æsispennandi og við gerum ráð fyrir að það sama verið på teiningnum í kvöld. Friðrik að vinna þennan pökk hérna fyrir aftan markið og keyrir fram. Sendir hann á Alice sem nær ekki stjórn á pekkinum og Essa snýr vörn í sókn. Ekkert að þetta segir Óli. Inga Rakel tekur við pökknum. Þetta var auðvitað stripping en Óli lætur það slæta. Og aftur og þetta skiptið setur hann hendin upp. Inga Rakel var komin á ferðina. Og Skautafélag Reykjavíkur verða einu fleiri næstu 2 mínúturnar. Það er hún Eva sýnist mér sem er á leiðinni í boxið, Eva Karlinsdóttir. Þá vorum við að sjá hvort að Skautafélag Reykjavíkur geti gert sér mat úr þessu. Essa nær að koma þessum pökki út og vinna sér inn hérna mikilvæga sekúndur. Saga kemur upp með pökkinn. Missir hann og það er Jónína. Búin að vera mikið í pekkinn með þessu leikum Jónína. Essa bara spila hún sín á milli, reyna að vinna tíma. Assa þarna fyrir aftan markið. Kolbrún. Essa bara meira með pökkinn í þessu powerplayi. En nú missir aðalheiður pökkinn og SR getur byggt upp sókn. Saga fyrir upp með hann. Sendir á Alice. Alice á Friðriku sem er úti. Friðrik ennþá reynir að búið sér til eitthvað með góðan pökk inn í. Og Essa nær að koma þessu út. Það var að setja sér að powerplayer hjá SR hafa ekki alveg verið að skila miklu. Þetta er icing náttúrulega. 13 sekúndur eftir. Þangað til að Eva kemur aftur inn á. SR vinnur þetta og einhver misskilningur hérna milli Lex og Súsannu. Súsanna með Friðrika kemur hérna, reynir að fara sjálf, var með Örnu með sér hérna og þetta powerplay klárast og Heiðrún vinnur pökkinn, sendir hann. Þessi endaði einhvern veginn í fanginu á Andriu, ég veit ekki alveg hvernig hann endaði þar. Einhver læti hérna fyrir fram markið og Óli þarf aðeins að skamma Evu. En ekkert lengur en það. Þá fer Saga í face-offið á móti Amandu. Amanda hefur betur. Og Inga Rakel með góðan pökk en Arnar nær ekki og hann fer í æsingu.
7 mínútur eftir. Og enn og aftur Inga Rakel. Núna með Silvíu í bakinu. Nær að snúa hann af sér. Guðborg tekur við honum. Og Ragnhildur að reyna að finna einhverja leið til að koma pökknum út. Finna hana ekki. Og SR-engar vinna pökkinn í horninu. En Guðborg gerir vel. Þarna vilja SR-engar fá eitthvað fyrir sinn snúð en fá ekki. Þá kemur Silvía. Með fast skot fram hjá markinu. Ekki sem Andrea hafi verið með þennan 100% á hreinu. Súsanna gerir vel að vinna pökkinn af Ragnheiði en Kolbrún mætt til að sópa upp. Vinnur sér stöðu og Andrea ver virkilega vel gert þarna hjá Kolbrúnu. Dani með slæma sendingu þarna á Alice og hér eru það Aðalheiður. Súsanna gerir vel, nær að stoppa hana. Þessi eitthvað bara bíða rólegir. Dani á Freiriku. Freirika gerir vel að vinna sér inn svæði hérna á miðjunni en missir pökkinn frá sér og Jónína enn og aftur mætt. Nú kemur Aðalheiður upp fyrir aftan markið. Heiðrún býður inn í. Mikil barátta þarna Alice og Kristína gerir vel. Kemur pökknum út en ekki alla leið. Þarna var Silvía Eyrún tæp. Kristína kemst inn í svæðið en má ekki við marknum. Koma SR-engar enn og aftur Amanda. SR-engar ná að stoppa þetta. Magdalena með fast skot í 2 leikmenn þess að hún geta enda hvar sem er. Virkilega skotfestu Magdalena. Það kemur Arna á ferðinni. Hún fer fram í einum en nær ekki að fara fram með Magdalenu sem kemur upp. Þessi rættaði ná ekki að samherja og þá koma Reykjavíkurstúlkur. Saga með erfiðan pökk á Örnu og þessi endar í æsingu. Rétt tæpar 4 mínútur eftir og þessi leikur er galopinn. Saga og Aðalheiður fari í þetta. Ragnheiður segi ég. Og Saga hefur betur en vill ekki betur en að þar er Kolbrún mætt. Frábær sending hérna hjá Kolbrún á Össu. Pökkurinn rétt fram hjá. Og þessi fer aftur fyrir markið. Essa setja þunga pressu á SR núna. Klaufaleg sending hérna. Það er missan út fyrir svæðinu en halda pökkinum engu síður. Aðalheiður setur hann niður sem Ragnheiður eftir og hefur betur gegn Ingu Rakel en og þá kemur Saga á ferðinni. Sækir á Önnu og kemst í skotstöðu og Sjóli og þessir inni! Súsanna nær frákastinu. Þetta var frábær sprettur hjá Sögu.
Blöndal átti fast skot sem fyrir púðan á Sjóli og Súsanna mætt eins og gammur. Það Saga sem býr þetta til og það mikið eftir að gera fyrir Súsannu en hún klárar þetta gríðarlega vel. Og Saga kemur og hirðir pökkinn á dómarunum og færir Súsannu. Þetta hennar fyrsta mark fyrir Skautafélag Reykjavíkur. Ekki búinn að spila marga leiki en áttu mjög góða innkomu í þetta SR-lið. Og ég hugsa að þetta fara nú langleiðina með að klára hennar leik fyrir Skautafélag Reykjavíkur. Þá kemur Friðrika, Súsanna aftur og Súsanna með góða sendingu hjá Friðriku sem hitt ekki pökkinn. Dagný gerir þarna ágætlega komið sér frá. Hérna Magdalena vissi ekki af sendingunum sem var að koma á hana. Hún hefði annars verið í góðri stöðu til að sækja markinu. Þá kemur Alice. Fer fram hjá einum. Og leitar að sendingunni inn í en það Elfur sem tekur við. Og skot. Þetta tekur Sjóli næsta auðveldlega. Erfitt með að sjá Akureyringa skora 2 mörk á þeim 2 mínútum sem eftir. Það ekki búinn að skapa sér það mikið af færum en voru þó nálægt í hérna rétt áður en SR setti 3. markið. Þegar Sólrún Assa átti skot rétt fram hjá úr fínu færi. Bríet setur hennar bara niður. Kom á gríðarlega mikið á tímapunkti þetta mark SR. SR voru búin að vera með svolítið í kaulunum hérna fram að því. Hérna tekur Andrea. Og það leikli. Skautafélag Akureyrar tekur leikli. Gerir nú ráð fyrir að þeim nú fjölga í sókninni þessar síðustu 2 mínútur, taka Sjóli út af og spila þá 6 á móti 5 úti. Með þessu sigri fer Skautafélag Reykjavíkur upp í 12 stig. Orðið ansi langt síðan Skautafélag Reykjavíkur fór í 2 stafa tölu á stigatöflunni. En búið mikill stigandi í þessu RSL-lið og svona engin sjáanlegur munur á þeim og Fjölni og Skautafélag Akureyrar þessar síðustu vikur. En þessa endasprettu þeirra kom einfaldlega of seint. Mílos lesir yfir sínu liði leksíðurnar. En þessu sé því að það Fjölnir komið með aðra höndina á deildarmeistaratitilinn. Þessa getur ennþá náðum en þurfa þá að treysta það að vinna Fjölni og svo að SR í lokaleiknum og að SR taki stig af Fjölni. Þessi fer framhjá, það enginn í marki þannig að þessa megin. Það þurfa að koma þessu einhvern veginn út. Magdalena, Kolbrún aftur á Magdalenu og hún getur skotið en ákveður að gera það ekki. Eva finnur Silvíu niðri, Silvía
og SR nær þessum og þetta er Arna Friðjónsdóttir bara nær að koma þessu út. Aðeins að létta á pressunni. 50 sekúndur eftir. Eva hittir ekki að samherja og Brynja kemur þessu út aftur. Það kemur Ragnheiður, Saga og reyndi þarna skotið. Eva komst inn í. Þetta er svona bara fjara út og það er skjóta við hvert tækifæri SR-steppur en það er enginn í markinu. Kolbrún. Saga kemst inn í þennan og veður bara upp með pökkinn, kemur út úr svæðinu, Silja vinnur hann. Og þetta eru lokasekúndurnar í leiknum. Skautafélag Reykjavíkur 3, Skautafélag Akureyrar 1. Sterkur sigur hjá Reykjavíkurstúlkum. Þeim er vel fagnað hérna. Já, ágætlega sóttur leikur. Og liðin þakka hér hvor öðru fyrir leikinn en við ætlum að taka okkur örstutt hlé. Það er ekki nema svona rétt tæpur klukkutími þangað til að næsti leikur hefst. Það eru kallalið SR og SA en við þökkum fyrir okkur í bili. Verið sæl.